Það hvorki meira en minna en Guðrún Högnadóttir frá Franklin Covey sem ætlar að fjalla það að leiða fólk til árangus á þekkingaröld, ansi relevant. Og ef ég þekki Guðrúnu rétt þá mun ykkur örugglega ekki leiðast, þannig að verið svolítið viðbúin að taka kannski öllu meiri þátt heldur en að verið hefur hingað til, bæði með spurningar og input. En Guðrún framkvæmdastjóri og meðeigandi hjá Franklin Covey Nordic Approach Leadership og fyrrverandi framkvæmdastjóri Opna Háskólans í HR. Auk stjórnunarstarfa og kennslu við HR hefur hún síðastliðin ár sem leiðbeinandi og markþjálfi í íslensku atvinnulífi leitt fjölda vinnustofa árangur liðsheilda og vinnustaða. Guðrún heilbrigðisrekstrar hagfræðingur að mennt og lauk MHA gráðu frá University of North Carolina at Chapel Hill árið 1991 og BSPH gráðu frá sama skóla með áherslu á sjúkrahússtjórnun og mannauðsstjórnun. Guðrún lauk AMP frá ESE og HR árið 2008. Hún vottaður PCC markþjálfi hjá ICF. Eru þið ekki öll með allar þessar skammstafanir á hreinu annars? Hún var áður meðeigandi Deloitte og Touche ráðgjafar, þið getið kallað DTR ef þið viljið, og forstöðumaður gæða og þróunarskorar Landspítalans. Þannig að við bjóðum þið velkomna Guðrún, gjörðu svo vel. Jæja, gleðilegan dag. Maður langar helst að syngja og taka smá gospel á svona messu. Þetta æðisleg samkoma. Fyrsta skipti sem ég hérna en mjög snortin að því að fá að ávarpa þennan flotta hópinn í dag. Þetta stafróf, það verður sjálfsögðu próf hérna eftir með þessar gráður, PCC, AMP og MHA, ég kann ekki svona sjálf. En þegar upp í staðið, þá kannski skiptir það stafróf aðeins minna máli maður heldur þegar út í atvinnulífið komið. Og það sem ég langar að gera hér með ykkur í dag aðeins að sækja heim það hvernig þið getið leitt ykkar teymi til árangurs á þekkingaröld. Og mér langar að byrja hér á mjög óvísindalegri svona quick and dirty könnun og sjá aðeins hvaðan þið að koma og hvert þið að fara. Og mér langar að byrja því að spyrja hversu mörg ykkar eru starfandi í dag innan hugbúnaðargeirans eða innan IT á Íslandi. Má ég sjá? Flott. Hvað eru margir utan, bara svo ég átti mig betur á því? Þið tvö þarna. Nei, þetta svona 20% af hópnum eða eitthvað svoleiðis. Mér langar að spyrja annarra spurningar og hún þessi. Hversu mörg ykkar eru fædd eftir árið 1980? Þið þurfið ekki að svara. Ok, hversu mörg ykkar eru fædd á milli 1960 og 1980? Aha, þetta eru við. Og fyrir 1960? Stína mín, ert þú þarna? Nei, þetta er glæsilegt. Ég aðeins að áttum á svona kynslóðum hérna. Hvað þið mörg sem borðið hafragraut í morgun? Þetta er lykilspurningin. Þetta kemur óvart. Hvað eru margir að læra norður helgina? Skíði? Ok, sjáumst vonandi þar eitthvað í brekkunum. En það sem ég langar að gera aðeins að ræða við ykkur það hvað við þurfum að gera á þessum nútíma vinnustöðum okkar til þess virkilega að fanga þann árangur sem við eigum þarna inni. Og mér langar að gera það með þeim hætti að mér langar að sækja heim 4 viðfangsefni. Í fyrsta lagi aðeins að tala það hvað fyrirmyndarleiðtogar gera. Hvað þið hér inni getið gert þess að leiða ykkar fólk til árangurs. Í öðru lagi þá langar maður að tala farsæla vinnustæði. Hvernig þeir líta út. Hvað frumkvöðlar gera til þess að skapa forsendur fyrir sitt starfsfólk til að skara fram úr. Í þriðja lagi að það langar maður að tala menningu. Hvernig við förum að því að skapa, varðveita og nýta okkur menningu vinnustæða til að búa til ákveðið samkeppnisforskot. Og við höfum fullt af góðum erlendum og innlendum dæmum það og mér langar að enda þess á ykkur og beðið ykkur að hugleiða smá hvað þið getið gert. Mér langar að spyrja annarra spurningar og hvað hún þessi. Hvað eru þið mörg hér inni sem eru starfandi sem stjórnendur í ykkar fyrirtækjum? Það svona cirka bát helmingurinn á hópnum sínst með mannafóra gerir ráð fyrir. Glæsilegt. Þið vantilega þekkið vel þessi verkefni hérna og mér langar að byrja bara á smá skilgreiningu. Og ég veit að ég á mjög svona hipp og cool ráðstefnu UT-messu þar sem við erum að kenna nýjasta nýtt í öllum þessum glæsilegu greinum ykkar, en ég ætla að vera svolítið púkaleg. Ég ætla að koma með smá innsýn inn í bara klassískar kenningar stjórnun, forystu, farsæla vinnustæði sem hafa staðist tímans tönn. Og ég ætla að byrja því að vitna hérna í Kotter og þetta grein frá 1990 frá Harvard Business Review. En þar var spurt hvað það sem stjórnendur gera og hvað það sem leiðtogar gera. Og ef við aðeins hugsum það, þá það kannski þessi 5 viðfangsefni sem að flest ykkar að fást við dagstæðlega. Að marka stefnu,
að tryggja að skipulagið sé að þjóna þeirri stefnu. Þið eruð að rækta sambönd millis fólks við birgja, við viðskiptavini, við starfsfólk, við eigendur og alla þessa ólíku hagsmunaaðila og þið eruð að sjálfsögðu líka að rækta ykkar persónleginleika til þess að tryggja það að fólkið og fyrirtækið fá að njóta sín. Og að lokum, þið eruð að vinna að árangri. En þetta er gert með svolítið á ólíkum hætti eftir því hvort þið skilgreiningum við hlutverk stjórnandans eða leiðtogans. Og ástæðan fyrir því að ég byrja hér í uppáhaldslegri skilgreiningu er svo að það eru margir sem hugsa það að þetta sé tvö ólík hlutverk. En mér langar að sýna ykkur hérna upp úr þessari gömlu grein að þeir sem ná mestum árangur með sínu fólki, þeir eru að taka úr báðum fjársjóðum, má segja, báðum eiginleikum. Það sem stjórnendur gera, þeir eru mjög augað á áætlanagerð, EBIT-inu, bottom-línunni, top-línunni. Það sem leiðtogar eru að gera meira, þeir eru að skapa sín á stefnu og með auga á sjóndeildarhringnum, á möguleikunum, á tækifærunum. Þegar kemur að því að sjá hvað stjórnendur gera, hvað var að skipulag, þeir eru að ráða og reka og skipulegja, stýra og stjórna, á meðan leiðtogar eru frekar að horfa á gildi, á þessa sameiginlegu hagsmuni, að hjálpa öðrum að vaxa og í raun og vera að draga úr þessum landamærum. Skiptir höfuðmáli. Ef við horfum á sambönd, hvað gera stjórnendur? Jú, þeir eru að innblýna frekar á hluti, að framleiða og selja vörur, að byggja á stöðu, á meðan leiðtogar eru að horfa á fólk. Þekkja það hvað við þurfum sem einstaklingar og tryggja það að við séum hvatt og inspireruð til árangurs og að vinna miklu frekar sem coach eða sem leiðbeinendur eða sem mentor og sem þjónn. Og þetta er orð sem við heyrum miklu oftar í íslensku atvinnulífi, þjónandi forasta, hvernig við vinnum með fólki sem þjónandi leiðtogar. Nú persónulegir eiginleikar, að við sjáum hérna greinilegur munur á milli stjórnenda og leiðtoga, frá því að vera með tilfinningalega fjarlægð yfir í þessi tengsl sem að leiðtogar þurfa að hafa, í það að vera sérfræðingur, í það að vera með mjög opinn hug, frá því að vera að tala eins og ég er að gera núna, yfir í það að hlusta mikið, að skapa samræmi sem stjórnendur gera versus það að skapa ósamræmi og hafa kjarkinn til þess að hugsa hans út fyrir kassan og þessi eiginleika hafa skilning á sjálfum sér. Og að lokum, það sem skiptir höfuðmáli varðandi stjórnun og árangur, en það er stjórnendur ofta að vera því að bara viðhalda stöðuleika, að ná áætlun að klára málin, á meðan leiðtogar eru stöðugt að sækja fram, að gera hlutina aðeins öðruvísi. Og ég ætla að biðja ykkur að hugleiða þessa gömlu góðu grein og spegla þess sjálfur ykkur í þessum eiginleikum. Hvar standið þið gagnvart ykkar fólki? En árið 2015, fyrir ekki 1915, 2015, hérna eftir minni samtíð. Og sumir segja að við séum að horfa á algjörlega nýja veruleika, nýja tíma. Og þessir nýju tímar einkennast að því að fólk á val. Við eigum í dag miklu meira val sem starfsmenn það hvað við gerum, hvert við beinum athygli okkar, orku og hvað við kjósum að gera við okkar tíma, okkar þekkingu. Sem er aðeins öðruvísi en kynslóðan á undan okkur sem var bundin af því að stimpla sína mótnana, standa við færibandið og gera það sem þeim var satt að gera, samkvæmt stöðlum, samkvæmt forskrift. Við höfum miklu meira frelsi til aðbarna þessi starfsmenn sem betur fer og þaðan kemur gleðin. Nú í öðru lagi, við vinnum í miklu stærra og sjálfsögðu þekkið þetta alþjóðlegra hagkerfi og sú staðreynd þýðir líka að við höfum valið það hvar við vinnum. Ég var hér fyrir nokkrum vikum síðan að vinna með 36 manni stjórum í 20 löndum á sama tíma við eina tölvunni í Hafnarfirði. Við unnum saman í 3 tíma, þessi hópur kom saman eftir og sagði að það var eins og við höfum öll verið í salnum, það var miklu meiri nánd í gegnum þann hugbúnað sem við notum hjá Kavi við að vinna í fjarkennslu sem heitir LiveClicks. En þessi veruleiki geta verið á Íslandi og selt sínar þjónustu og vöru út allan heim án þess að keyra lengra inn í Hafnarfjörð. Það er einstakt, algjörlega einstakt. Nú í þriðja lagi, og þetta þekkið líka vel, að meiri hluti þeirra verðmæta sem við erum að skapa hérna heima, og þetta sjáum við í öllum uppgjörum frá Hagstofunni og Seðlabankanum, má rekja til þekkingar, það sem þið skapið hérna, en ekki endilega til hráefnis. Það er ekki lengur fiskurinn í sjónum eða orkan sem við erum að virkja hérna sem er endilega stærsti vöxturinn. Nú, breytingar, og við hugsum þetta er sjálfsögðu sá veruleiki sem við höfum alltaf búið við, en breytingar eru hraðari en nokkurn tímann áður. Og ég sé að þeir eru sveitir nokkur hérna með krosslaðar hendi til að biðja ykkur öllum að sitja aðeins svona. Ef þið hugsið aðeins það, ætlaði ekki að lifa mér. Fremsta bekk, aðeins að krossleggja hendurnar. Að hvað við erum mikla skepnur vanans ennþá. Ef þið myndum bara aðeins, ég sé þeir eru öll svona sitið þægilega, ef þið myndum breyta aðeins stöðinni og leggja þann handlegg sem var undir hérna ofan á. Finnið þið hvað þetta er þvingað? Ég ætla að vona enginn að fara á axlarlið við þetta. Að eins og við fögnum breytingum að þá er þetta mannskepnan við rosalega erfitt
og það þessi króníska streita milli þess að hafa hlutina sem við höfum alltaf gert á versus það að breyta og þar kemur líka ný áskorun fyrir stjórnendur. Nú annað sem við sjáum líka hefur breyst að samkeppnisforskot, það ekkert heilagt lengur og maður sá bara í síðustu viku að einn af máttarstólpum eða einn af svona sem föstu viðverupunktum í lífi okkar flestra, McDonald's, hafði allt í einu bara eiginlega horfið af markaði, hrundi í verði, forstjórinn rekinn og bara félagið í virkilegum erfiðleikum. Og þið sjáu þetta núna að þessi fyrirtæki sem að koma upp, þau staldra oft vel við, en það ekkert gefið sem heitir samkeppnisforskot. Og að legum að þá alveg ljóst að til þess að bregðast við þessum aðstæðum að þá ný tegund á forystu nauðsynleg. Eða hvað? Höldum aðeins áfram. Yfir til ykkar. Ég sé að við erum að skiptast í þessar 3 kynslóðir í salnum hérna í dag. Stærsta kynslóðin í dag, sú sem flest ykkar væntanlega eru að vinna með, að það þessi Y-kynslóð, krakkar sem eru fæddir eftir 1980 og til 2000 cirka bók. Z-kynslóðin að taka við eftir henni, þetta oft kallaði millennials, fæddir kringum 2000. Einkenni þessara kynslóðar það að þetta alveg sprenglært fólk, ofsalega duglegt fólk, mjög metnaðargjarnt. Það líka þekkt fyrir það að þetta eru hópsalur, mjög bjartsýn krakkar, mjög sjálfsörugg og fyrir ekki að lesa hérna upp úr rannsóknum. Þau standa sig alveg frábærlega vel í skóla og eru árangursdrifin. Tæknisnillingar, þetta eru krakkarnir sem fæddust ekki með hausinn fyrst eða í sitjandi stöðu, heldur með þumlana fyrst, algjörlega klár á öll tæki og tól. En það sem svolítið merkilegt þessa kynslóð það að samkvæmt úttektum lærðra manna og kvenna að millennials þá skortir ákveðna helgun á vinnustað. Þau stoppa miklu styttra við, þau eru alltaf að leita nýjum tækifærum og það kannski líka vegna þess að þau horfðu upp á foreldra sína missa vinnu í gegnum öll þessi hrun okkar og breytingar og vonbrigði og annað, þannig að þau staldra stutt við. Annað sem svolítið fyndið að lesa þennan ágæta hóp það að þeir eru svona krónískir táningar. Þekkið þetta sem eru fædd eftir 1980. Það engin viðurkenna þetta. Borðuðu haragrautin í morgun en samt ekki tilbúin að viðurkenna þetta. Og það þýðir, þau gifta sig miklu seinna, þau eru miklu seinna að leita stöðuleika, eins og kannski mín kynslóð var, þau búa miklu lengur heima og svo sagt að loksins þau farað heiman, þá eru þau komin aftur nokkrum mánuðum seinna. Þannig að búa lengur í foreldrahúsum. Þannig eru öfgar milli helgunar á vinnustað og helgunar til foreldra. Nú annað sem líka mjög einkennandi fyrir þessa krakka það að þau sækjast mjög stíft eftir annars vegar athygli og hins vegar endurgjöf. Það þarf alltaf að vera að halda með efnið. Þetta eru krakkarnir sem voru kannski hluti af nýrri skólastefnu, þar sem alltaf vera að hvetja þetta dugnar og stöðugt þetta símat. Alltaf vera að leita endurgjöf, sem algjörlega frábært. En það kallar líka á aðra hegðun stjórnenda. Nú, aðeins varðandi Generation X, það að segja mína kynslóð, ég sé kannski að meirihluti okkar að þeirri kynslóð, að það sem svolítið merkilegt að við erum líka vel menntuð og glöð og mjög upptekin af fjölskyldum. Við höfum tekið margar hagsveiflur og safnað miklum skuldum. Þetta þessi lyklabarna kynslóð sem voru mjög sjálfstæð með snemma og mjög duglega multitaska. Og í raun og veru eru flestir stjórnendur af þessari kynslóð í dag. Babyboomers kynslóðin, kynslóð sem fædd og eftir stríðsárin, að hún hins vegar einkenndist af vinnusemi, hafði mjög lengi völdin og völd þeirra og áhrif komu kannski frá skrifuðum stöðum, frekar heldur en þeirra framlagi. Þeir fengu stöðuna fljótt og sátu mjög lengi í þeim. Þetta núna sem núna að fara á eftirlaun, mjög upptekin af frama og samkeppni og það sem svolítið merkilegt að þeir stjórnendur sem eru enn inn á vinnustöðum að þessari kynslóð að þeir eiga mjög erfitt með að samsamið sem við þennan veruleika sem við öll búum við að geta unnið eiginlega hvaða sem úr heiminum. Að babyboomers kynslóðin gerir óbærslega mikið út úr FaceTime og þá ég ekki að tala um FaceTime á iPadinum heldur að vera á vettvangi, að stimpla sig inn, að láta sjá sig, að vera á staðnum. Og þannig árangur mældur. Ég að vísa í nokkrar úttektir á þessum kynslóðum, þetta alveg heillandi viðfangsefni, en þið sjáið að kannski ekkert svo mikill munur á þessum kynslóðum. Og ef við lítum á eina rannsókn þá sjáum við frá Levitt og Lysina frá 2011 að við erum svolítið að misskilja hvort annað. Gráa súlan
að hún þessi millennials kynslóð, það að segja fólk sem fætt eftir 1980, almennt 2000. Svartasúlan eru stjórnendur sem voru spurður á sama tíma og yfirleitt eru þeir að koma af þeirra X-kynslóð sem fætt milli 60 og 80. Og þið sjáið hvað við erum með mismunandi skilning á það hvað fólk vill fá út úr sínu starfi og þannig hvernig við getum leitt til árangurs. Og við sjáum kannski að mesti munurinn hérna sá að báðir hóparnir spurðir hvað vill Y kynslóðin fá út úr starfi. Og það sem að við stjórnendur segja hérna, svartikastin, þetta kynslóðin sem hugsa bara sjálfan sig, Generation Me, þau vilja bara launin. En hópurinn svarar á móti, nei, launin skipta bara alls ekkert öllu máli. Við erum miklu uppteknir af þáttum eins og það að fá að skapa eitthvað sem skiptir einhverju máli, meaningful work. Og síðan þetta að sjálfsögðu líka að upplifa það að við höfum áorkað einhverju, að við höfum leitt eitthvað á okkur. Þannig að þið hugsaum það hvernig þið ætlið að hvetja ykkar fólk áfram, auðvitað skipta launin einhverju máli, en miklu minna máli heldur en flestir þau haldið hérna upp af við. Og það sem við sjáum líka hérna, þetta fólkið leitir eftir áskorun að sjálfsögðu starfi, það upptekið af líka ábyrgð, en miklu minna heldur en haldið. Og það svolítið áhugaverður punktur að við sjáum að þessi kynslóð, hérna, þessi Y kynslóð, að hún sækist ekki eins mikið eftir stjórnunarstörfum, ábyrgðum og völdum. Það er að segja the high level of responsibility, neðsta súla hérna. Þannig að, hvað þurfum við? Hvernig leiðum við fólk til árangurs? Ég ætla að bjóða ykkur aðeins í heimsókn til enn annarra kynslóðar sem kannski eflaust eru forfeður okkar flestra, við sjáum hérna langa af okkar allra hérna. Hugsum að það, hvað það sem við viljum fá út úr okkar störfum og hvað þurfa stjórnendur að gera til þess að tryggja það við getum unnið upp á okkar versta. Gjörið þið svo vel. Next time, use FedEx. Þannig að, hvað þurfum við að vita sem stjórnendur, hvernig getum við leitt fólk til árangurs? Þetta hefur ekki svo mikið breyst og í raun og þegar við hugsum það, við þurfum bara ákveðin svör og ákveðin ramma. Við þurfum kannski fyrst og fremst, óháð því hvenær við erum fætt eða hvað við erum að gera því hvaða atvinnugrein við erum, við þurfum svar við spurningunni, af hverju erum við að þessu? Hvaða máli skiptir þetta? Er ég að fara fram úr rúmuna á morgnana til þess að stimpla mig inn og skila inn 8 tímum? Eða er ég að mæta til vinnu til þess að hanna eitthvað flottasta app sem til í heiminum í dag sem saminar bæði samkeppni, leik og þekkingu? Nú tala ég sem quiz-up hérna fíkill. Hver tilgangurinn? Við þurfum öll að eiga þessi svör. Og við sjáum hérna Davos ráðstefnunni í síðustu viku þar sem Richard Branson hérna var með frábærar greinar og ef þið kíkið á hérna hans síðu, bæði inn á TED og inn á hérna á LinkedIn, að honum svo tíðrætt mikilvægi þess að við munum tilganginn með verkum okkar. Purpose driven work. Við erum ekki bara að mæta til að gera eitthvað, við erum að skilja eitthvað eftir okkur. Og þess vegna þeir sem eru að leiða fólk til árangurs, þeir verða að minna okkur á það af hverju erum að þessu. Hvaða máli skiptir þetta? Í öðru lagi, hvernig ætlum við að vinna saman? Ekki hvað við ætlum að gera, heldur hvernig stemning ætlum við að skapa hérna á vinnustaðnum. Og það er þetta sem við sjáum að saman allar þessar kynslóðir. Ætlum við að vinna hérna því að keppa hvort við annað á vinnustaðnum eða ætlum við að vinna saman að því að skapa eitthvað stórkostlegt, eins og Kristín var að tala hérna fyrr með hérna Icelandic International, Icelandic hérna fyrir ekki, Kristín, ertu með það því? Við vélarstofnun, það voru alltaf margir staðir, IIM. Nema hvað, þriðja spurning sem þú eiga svar við, hvaða aðfengið ég? Alveg svo hérna okkar forfæðir hérna í hellinum, FedEx var ekki til á þessum tíma. En hvaða tæki, hvaða tól, hvaða tækifæri, hvaða tíma, hvaða peninga hefði þess að vinna mér verk.
Og að lokum, það sem skiptir alveg gríðarlegu máli varðandi stjórnun er það að vita hvenær við höfum náð árangri. Hvert erum við að stefna? Þessar vörður á leiðinni. Þetta eru 4 lykilspurningar sem þið sem stjórnendur þurfið að eiga svör við og vera stöðugt að minna ykkar starfsmenn á. Höldum aðeins áfram. Framúrskarandi vinnustæðir. Ég bið ykkur í eitt augnablik að hugsa með mér einhvern framúrskarandi vinnustæð sem þið hafið séð til, unnið fyrir eða þekkt til. Bara fá nokkur nefn frá okkur. Og af hverju hikar á svona, Davíð minn? Ef ekki bara segja Nova? Ég held það. Ekki spurning. Fleiri fyrirtæki? Google. Glæsilegt. Fleiri fyrirtæki? Framúrskarandi vinnustæðir? Expectus. Skrítið. Glæsilegt. Fleiri vinnustæðir? TM Software. Takk fyrir þetta. Hvað er það við þessa vinnustæði? Google, Expectus, Nova og hverju myndi ég að gleyma? TM Software sem gera það svona framúrskarandi. Hvað er það sem gerir þessi fyrirtæki svona einstök? Hugsið það það. Fólkið. Bara nörgulega borga fyrir að segja þetta. En hvað er það við fólkið? Þannig að ef ég hugsa það sem að þessi vinnustæðar, og þetta er svolítið merkilegu listi sem að kemur henni upp, þannig að ég er með Nova hérna á mínu lista, ég er með Google á mínu lista, akkurat með undarlegum ástæðum var ég líka með Expectus á mínu lista, ég byrði afsökunum frá TM Software, ég hefði aðeins getað hugsað og hérna fór þetta betur. En þessir vinnustæðir hafa byggt upp alveg einstakt samkeppnisforskot við að gera það sem mjög mörg önnur fyrirtæki eru að gera. Það eru mjög margir í hugbúnaðarþróun, það eru mjög margir í ráðgjöf, ótrúlega margir í fjarskiptageiranum. En það sem þessi fyrirtæki hafa gert er að virkja fólkið, að vera með réttu ferlinn, að sjálfsögðu gott fjármagn bak við sig og mikið hugvit og stefnu og sýn og allt þetta. En umfram allt, það sem sameinar þessi fyrirtæki er eitthvað aðeins öðruvísi. Og ef við hugsum fyrirtæki eins og Ritz-Carlton, hversu mörg hafa gist á hótelinu þar? Enginn er hótelgeranum hérna. Ég hef ekki heldur gist þarna en ég hef heyrt að þetta er eitt flottasta hótel í heimi. Og ef maður hugsar hótellesturinn, þetta er engin geimvísindi, þetta er hús, þetta er rúm, þetta er þjónusta, þetta er matur. Þú vilt bara fá sæng og kotta og hafa það gott. En ástæðan fyrir því að Ritz-Carlton gestir eru tilbúin að bæta 1 0 aftan á reikningi sinn er svo að það er eitthvað sem gerist þegar maður kemur hérna inn, að maður upplifir það að maður er einstakur. Slógan eða gildi, ekki slógan, heldur gildi Ritz-Carlton, og við hugsaum þetta er hótelkeðja með fáa stjórnendur fullt af framlífustarfsfólki. Hver einn og einasti starfsmaður gengur hérna inn á hvernig einsta mótni og hugsar, ég er að koma til vinnu ekki við það að búa hér í rúm, heldur, we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Og maður hugsaður eitthvað svona orð, gera fyrir fyrirtæki, lyfta þeim upp, aðgreina þau og gera það vegt að öll svo hegðun að hún speglast í svona orðum. Það er svipað með Southwest. Hvað er mörg flogið með Southwest? Alltaf er upplifað þarna. Það eru 70 lágfargjalda flugfélög í heimi. Mjög fá þeir að skilja ykkur í eðbyttu, í pósitífri. Southwest er eitt ár eftir ár. Og þeir segja, við erum með sömu vélarnar, við erum með sömu flugleiðarnar, við erum með sömu öryggisstaðla, við erum með sömu ferlinn. Það sem aðgreinir okkur er það hvernig við göngum til verks á morgnana. Hvað við segjum okkar fólk. The warrior spirit, heart of gold og fun and loving er sem sagt eitt annað gildið þeirra. Og allt þeirra starfsfólk kemur alltaf svona fram við þig. Við getum stólið tækninni þinni, við getum tekið kópirað flugliðanum, en það getur enginn kópirað og peistað menningu. Og þessi fyrirtæki sem þið hafi nefnt hérna og þau sem ég kom með mín inn að glæru, þau deila öll þessu öfluga sjálfbæra samkeppnisforskoti sem er þessi sigur menning. Og við hugsum hvað menning er, að þá er alveg ljóst að þetta eru ferlin, þetta eru samskiptin, þetta eru þættir sem snúa því hvernig við vinnum saman. Sameiginleg hegðun fólksins, þetta er eðli sambanda, þetta eru gildin og normin og kerfin. Og það sem gerir hana svona einstaka, það er ekki að dúpleikera þetta. Guðfaðir stjórnunar, Peter Drucker, sagði "Culture eats strategy for breakfast." Það skiptir ekki máli hversu flotta stefnu þú er ef þú ert ekki með þann jarðveg sem að þetta fræstefninar fara að blómstra í. Og það er hugsa þetta svo frábær sannleiking sem að þeim megið hafa eftir mér, en ég á ekki sannleikunum samt, að þau hugsa stefnu sem fræið sem að sprettur upp og gefur ykkur frábær fyrirtæki, ef að moldin, ef að jarðvegurinn ekki til staðar, ef að menningin er til staðar, þá gerist ekki neitt.
Og þannig finnum maður strax mun á því hvernig leiðtogar skapa menningu. Og þetta að skila sér algjörlega niður í botnlínuna. Höldum aðeins áfram. Hvað það sem gera verkum að svona fá fyrirtæki ná að skapa þessa menningu, árangurs? Og mér finnst hann svaraði langbest þessi íþróttaþjálfari, körfuboltaþjálfari. Ég var á UNC með Michael Jordan á sínum tíma og ég ætla að vitna í annan góðan þjálfara. Það Adolf Rupp sem var í Kentucky. En hann sagði, whenever you see a man on top of a mountain, you can be sure he didn't fall there. Menning eins og öll ykkar vinna, hún ekkert bara háð tilviljunum. Þetta ekki eitthvað bara sem gerist að því við myndum saman. Menning eitthvað sem sköpuð af miklum ásetningi. Og ef þið hugsið það hvernig þið getið byggt upp ykkar fyrirtæki, hafið það í huga að það sem skiptir höfuðmáli að það eru þessir 4 punktar hérna. Það í fyrsta lagi að sigurmenning, hún sköpuð eða hönnuð af ásetningi. Og við sjáum þessi fyrirtæki á Íslandi, mörgur voru nefnd hérna uppi, að það var akkurat þetta, þó þau eru stofnið í bílskur. Ég sá að Össur var hérna hluti af að vitila hérna kóapinu. Vitið hver gildi Össur þeirra? Munið þau? Life without limitations tilgangurinn algjörlega að skapa eða búa til vörur sem gera okkur öllum kleift að taka þátt í okkar samfélagi án hindrana. Þeir gera þetta, fólkið í Össuri, af metnaðar sjálfsögðu, honesty gildi númer 2 og frugality, af hagsýni. Það ekkert bruðl hérna, ekki bruðl í hugsun, ekki bruðl í tíma, ekki bruðl í ferlum. Þessi 3 orð sem hafa aðgreint það frá samkeppnissaganum. Leiðtogum, það mjög stífur rammi og það alltaf þessi stöðugu tengsl við gildi og stefnu. Leiðtogar þið hér inni eru lykillinn. Og mér langaði sem þið vísa eftir í fyrstu glæruna mína muninn á leiðtogum og stjórnendum. Það minni ykkur að það stjórnendur eru fastir í ákveðinni stöðu. Þeir fá útlitverk ákveðið hlutverk og fá svona forskeytið eða viðbótarna stjóri við sitt starfsheiti. Leiðtogar eru allt kring. Movers and shakers, óháð stöðu, óháð starfsheiti, óháð aldri. Fólk sem hefur áhrif á sínum vinnustað. Og þannig sköpum við menningu. Leiðtogar eru algjör lykill. Og ef við aðeins hugsum leiðtoga og bara hvert fyrir sig, eitthvað sem þið þekkið til, hvað það sem að gera svona einstakann. Ég viss það, ég fæ orð frá okkur eða hugsun sem minn okkur að þetta hæfileika fólk, þetta fólk sem kann til verka, þetta fólk sem hefur walk the talk og hefur svona getið, færni og hefur sýnt árangur. En ef við hugsum áhrifaríka leiðtoga, þá þið örugglega með orð eins og traust, eða hann skildi mig, eða hún hlustaði á mig, eða hún treysti mér. Og þetta eru frekar eiginleikar sem tengist karakter. Hvernig fólk kemur fram. Og þegar þið eru að ráða fólk til starfa, ætla ég að biðja ykkur að hafa þessa 2 þætti. Við getum alltaf ráðið fyrir hæfileika og þeir eru með CV þetta að sanna þetta. En það að þessi karakter fit við þá einstaklinga og ykkar stefnu og ykkar sókn, það skiptir höfuðmáli. Ef að allir á ykkar vinnustað myndu alltaf haga eftir þessu leiðtogar, af þessari frumkvæði, af þessari stefnuvestu, af þeirri ábyrgð sem við köllum áfram forystu, þá væri okkar vinnustaður alltaf þessi. Og það sem skiptir kannski máli að við verðum að hafa ákveðið ramma til að skapa svona menningu. Þetta ekki eitthvað bara sem gerist tilviljunarkennt, við bara dettum ekkert óvart niður á fjallið. Og þessi rammi, að hann oft settur fram í einfaldu líkunum. Jim Collins, hafið þið lesið bækur hans, frábær höfundur, við þurfum að eiga þær á náttúrunni. Hann sagði, ef við hugsum ramma árangurs, ef við hugsum menningu, að það sem höfundar eins og Stephen Covey gerðu að búa til stýrikerfi, Standard Operating System eða Windows fyrir árangur, fyrir menningu, fyrir forystu og gerði það auðvelt að nota. Og það var þetta sem að Stephen Covey, sem að gaf út bókina 7 venjur til árangurs, gerði fyrir 25 árum. Hann fór í gegnum 200 þeirra rannsóknum, hvað það sem gerir það verkum að fólk nær árangur í lífi og starfi. Þetta ekki eitthvað sem hann bjóð til, heldur tók saman úr ritrindum greinum, úr rannsóknum, úr ævisögum, úr ljóðum og héðan og þaðan, hugmyndir það hvað það sem gerir það verkum að við náum árangri. Þetta eru 7 mjög einfaldir þættir og mér langar að deila það með ykkur hérna. Í fyrsta lagi, þetta fólk sem með rétt að fonta á glærunum sínum, fyrir ekki þið eitt augnablik. Það leit miklu betur út á minni tölvu. Sem tekur að skarið, það alltaf virt, það alltaf ábyrgt og það alltaf tilbúið líka að leiða aðra áfram á árangri.
Og þessi virkni, hún birtist í hvernig við tölum saman, hvernig við beitum áhrifum okkar, á hvað við erum að einblína í vinnu og starfi og það hvaða kjark við sýnum. Í öðru lagi, það er alltaf með endin í upphafi, það veit alltaf hvert það er að fara. Fyrir hvert símtal, fyrir samtal, fyrir hvert starfsár, það veit hvað það er að enda. Í þriðja lagi, ef það er bæði að skrifa forritið og íta á það er að segja að bera ábyrgð á forritinu og skrifa forritið, þá er að íta á góðtakkan. Og það hefur kjarkins að segja já eða nei með hliðsjón af stefnu og markmiðum. Í upphafi skal endinn skoða og að keppa með forsjá fyrir gjöði. Fjórða venjan segir einfaldlega að þeir sem ná árangri stöðugt eru alltaf í öllum samskiptum, öllum samningum, öllum viðskiptum, alltaf að leita sameiginlegra hagsmuna. Það er ekki win-lose hugafæri þar sem ég ætla að ná árangur að þinn kostnað eða að fórna mér fyrir þinn málstað, lose-win, heldur alltaf win-win. Þú staldrar við þannig að þú finnur niðurstöðu, gagnvart byrgjum, gagnvart samstarfsmönnum, gagnvart eigendum sem örugglega þjóna hagsmunum beggja aðila. Sjötta venjan, þeir sem ná árangri eru alltaf að vinna að nýsköpun, alltaf að skapa meira, eitthvað stærra, skora á sjálfa sig. Og þeir gera það með því að virða fjölbreytileikann, ólíkar skoðanir, ólíkt fólk. Og þeir sem ná árangri samkvæmt Covey eru alltaf að skerpa saugina, huga líkama, hjarta og sál. Nú, ef við drögum saman, fólki skapar menningu. Og það sem ég gerði áður en ég settist niður yfir þetta erindi, var að hugsa um það hvernig er þetta heima. Og ég leitaði til nokkura fyrirtækja og bað stjórnendur þar að svara einnig mjög einfaldri spurningu. Og spurningin var þessi, ef þú voru að taka á móti nýjum stjórnanda í dag, hvaða 3 ráð myndir þú gefa henni til þess að tryggja það að hún myndi halda áfram að leiða þetta teymi til árangurs fyrirtækisins. Og þetta var bara, fólk mátti ekki hugsa, það mátti ekki fletta upp í einhverjum lærðum ritgerðum, bara gefa mér svarið á nóinu og mér langar að deila þess með ykkur sögurinn hérna í lokin. Og þessi fyrirtæki voru valin að handahófi og þetta voru þessi fyrirtæki, þetta var Nýherji, þetta var Vodafone, þetta var CCP, LS Retail, Advania, Expectus og QuizUp. Og hér sjáu þið nokkur sér svör. Og það er gaman að sýna ykkur að þetta er mjög svo í takt við það sem við erum að tala frá Drucker, Collins, Covey og fleirum. Og það sem við sjáum hér er það að lykilatriði að kunna hlusta. Hlustaðu, skildu fólkið og láttu fólkið varða. Passaðu að fólk hafi allt það sem það þarf til að vinna gott verk. Taktu strax á erfiðum málunum, ekki láta þau súrna. Kemur einhvers staðar fram með í 7. punkti. Og fyrir þetta er ekki röð eftir stjórnendum, það búið að þetta er bara random samantekt af svörum þeirra. Gefðu hreinskilið feedback, taktu sér mikilvægu samtöl. Og þið sjáu þau bara þessi fyrstu punktar, þetta eru allt punktar sem varða miklu meira karakter heldur en einhver kompetensi. Að vinna með fólki er flókið, svo sannarlega, en það eru ákveðin lykilatriði sem skipta höfuðmáli. 5. punkturinn hafðu vit af því hvenær átt að stíga fast niður til jarðar og hvenær átt að hlusta og leyfa hópnum að taka málun áfram. Ákveðin hóvarð. Þetta varðar ekki mig sem stjórnandi, þetta varðar hópinn. Lead by example, hafðu skýra sín á markmið, vertu til staðar og nýttu tilfinningagrindina, EQ og samskiptafærni. Settu mjög góð og skýr viðmiðum frammistöðu og látt fólki vita til hvers að því er ætlast. Við reytum spurningunum 4 úr hellinum áðan. Við þurfum að vita af hverju við gera hlutina og til hvers af hverju er ætlast. Hafðu hugrekki til þess að taka til í hópnum. Og þetta er önnur skilaboð frá Collins, vertu vissum þá sem er rétta fólki um borð. Lokum temduðu traust á virðingu, hugsaðu þá sem einstaklinga, leiddu með góðu fordæmi, þið sjáu hvað þetta er mikið af sömu ráðunum á milli. Gefðu fólkinu umboð til athafna, hlustaðu, vertu fanatískur í ráðningum. Algjörlega fanatískur og þessi aðeins að þið notaðu öll þau próf, öll þau samtal og allt sem þú getur sem á rétta fólkinu borð strax. Að lokum tilfinningagreind, sjálfstæði, vertu sveigjanlegur og þessi reglulega endurgjöf og afturvæntingar. Og það er svo merkilegt af þessum 7 fyrirtækjum sem ég heyrði í þessum 7 stjórnendum að þetta fellur nokkurn veginn inn í þessa einfaldu þætti, þessar 4 spurningar sem við komum út úr hellinum áðan. Þetta að skerpa á tilgangi, að leysa úr læðingi hæfileika, að samhæfa færni og kerfi og huga þannig að þörfum okkar, óháð kynslóð, óháð uppruna, óháð hvar við vinnum, að það sem sækjur okkur eða laðar okkar að fyrirtækjum og að vinnustöðum er það að við viljum rækta huga, hjarta, líkama og sál.
Þetta það sem ég langaði að skilja hérna eftir, en bara enda á síðustu tilvitnun hér í dag frá Geoff Colvin sem ritstjóri Fortune blaðsins. Hann myndi okkur á það að óháð því í hvaða atvinnugreinum við erum, það getur samkeppnisaðilar okkar hermt eftir öllu því sem hún að gera, nema einu. Og þess vegna eru bestu fyrirtæki í heimi að átta sig að því að óháð því í hvaða atvinnugrein við erum, að þeirra alvöru business að byggja nýja leiðtoga. Geoff Colvin, Fortune. Gjörið svo vel, þessi orð sem ég ætla að skilja eftir hérna, bara hugsa þessi dag, hvað ætlið þið að gera meira minna af öðruvísi með hliðsjón af þessum orðum og að skora okkur að sjálfsögðu að njóta dagsins eins og alltaf. Carpe diem! Mér leikur nú hátt rómur reyndar. Við þökkum Guðrún aftur kærlega fyrir hennar flotta input. Nú hádegishlé, þið farið út og njótið ykkar, skoðið ráðstefnusvæðið. Og af því að ég kem frá samtökum iðnaðarins, það langar mér bara að deila með ykkur að við erum ótrúlega ánægð og stolt af því að taka þátt í þessu með ykkur því að þessi viðburður hreint út sagt frábær. Njótið þið dagsins áfram.